Herðu, núna erum við búin. Þetta bara búið. Seglingin búin og núna erum við á leiðinni til Róm, inn í Rómaborg og erum að finna hótelið. Rómverskur riddari. Réðast inn í Rómabæ. Rómabæ? Rómabæ. Rjómabæ. Rjómabæ. Herðu, þá erum við komin inn á hótelið í Róm og byrjum á klósetti og það er mjög sturtukleðin awesome. Það er með geðveikt mörgum stútum. Þannig að ég er að fara í sturtu á eftir. Já, hérna er herbergið. Reyndar var hótelið í Danmörku ógeðslega góð, sko. Já. En þetta er samt geðveikt. Staðsetningin er hrikalega góð út af að það er allt. Gömlu húsinn og steinarnir og allt dótið sem við höfum að fara að skoða. Það er allt hérna rétt hjá okkur. Þannig að við ætlum aðeins að skoða okkur segastæðir. Herru, þá erum við komin, klukkan er kringum 6, hálf 7 og við erum komin til Rómar. Góð daginn. Herru, þá er komin aðfangadagur og já, það er svo YOLO! Já, herru, já, það er aðfangadagur og við ætlum að rölta hérna aðeins í Róm og reyna að finna eitthvað jólaskraut. Ég verð samt að viðurkenna að það er 0 YOLO-feelingur í gangi, sko. Það er ekkert, sko. Ekki neitt, sko. Mér langaði í gær gærkvöldi, tjekkaði á sjónvarpinu inn á hóteli. Það ætlaði að tjekka hvort það væri einhverjar jólamyndir. En það er alltaf á, þú veist, ítölsku eða rómversku, einhverju svona skrýttu tungumáli sem enginn skilur. En hérna, já, við ætlum að leita jólaskrauti og fá okkur ís. Ég ætla að fá mér ís. Og svo bara sjáumst það eftir. Það er eins og séu pissfullir, sko. Herru, þá fundum við smá jólastemningu í Rómaríki. Við getum nú ekki sagt að það sé mikið af jólaskrauti samt hérna. Það er rosalega mikið af fólki að selja selfie-brygg. Já. Herru, núna erum við að elta fólkið. Við vitum eiginlega ekki alveg nákvæmlega hvað þau er að gera. Þeir henda peningum niður. Já, Anita tók eftir að þau eru að henda fullt af einhverjum peningum þetta niður. Þannig að fannst skrítið að fólk væri að fara í röð og það kostar ekki að skoða eitthvað. Nei, þau eru að kasta peningum í tónu. Kallinn að segja flýta ykkur. Já, löggukallinn. Maður er með flautuna. Tjopp, flýta sér. Þá erum við komin í verslunargötuna hérna í Róm og já, fyrir ykkur sem er að horfa á þetta þá er 24. desember í dag og þetta er fjöldinn sem er að versla og þetta er fjöldinn af verslunum. 15.56. 15.56. Svo er það. Þannig að við erum alltaf búin að finna jólaskraut. Það er eitthvað aðeins annað. Jólatré og eitthvað. Það er alveg ótrúlega mikið af fólki hérna. Já, og ógirnilegasti jólasveinn sem ég hef minni séð. Hann er þarna.
ekkert eitthvað girnileg, ef maður getur sagt að jólasveinar séu girnilegir, ég veit ekki það sko. H&M. Nú finna það, ég var að tjekka inn og skoða það. Herru, við ætlum inn í H&M, þannig að sjáumst þetta. Herru, þá fórum inn í H&M, það var ekkert eitthvað. Versluðum ekkert þar, en sáum pandabjörn. Og já, við erum auðvitað í Róm og við erum búin að finna Michael Jackson. Hann er ekki dáinn, hann er á það. In my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pains, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow. I'll never let you part, for you're always in my heart. Það var ekki mikið merkilegt að þetta. Já, herru, við fundum hérna geðveikan ísstaf. Og zoomar við hjá. Sko, þetta er jarðarberja og svo hérna er Nutella ís. Þetta er samt svo skrítið jólaljós, eða jólaskreitingsfánan. Herru, allavega ísbúðin, hún var awesome. Þetta var frekar cool sko. Núna erum við á leiðinni niður á hótelherbyggi, erum við bara að skæpa mömmunar. Hvað er þetta? Við erum saman í jólunum. Saman í jólunum, nema við fáum ekki alvöru íslenska jólamatt. Vitum ekki einu sinni hvað við ætlum að fá okkur í jólamatt. Enda erum við glemt bara með matinn og hótelherbyggið. Allavega kemur í ljós. Og já, þannig að ef ekkert gerist þá með að við röltum og þá bara sjáumst við inn á hótelherbyggi. Þá erum við komin inn á herbyggi og vorum að panta jólamatinn. Báðum bara jólamat sem Ítalir fá sér á jólunum. Og það er auðvitað ekki jóladagur, en við vorum að fá roomservice inn og þetta er jólamaturinn okkar. Pizza og kók upp í rúmi á jóladag. Aðfangadag. Aðfangadag. Og klukkan er hvað heima, hún er 8 hér held ég. 8:30. Já, hún er 8:30, þá er hún 7:30 heima. Þannig að ég segi bara gleðileg jól. Góðan daginn! Erum við ekki það sem er roadtrip, nei, hann er Eurotripar? Manstu, hann fór hann á Páinn? Jú, það er hérna. Hann eitthvað Við erum að geða þess frægumsta. En allavega, góðan daginn. Herðu, við erum komin núna og erum að fara að hlusta á Páan. Segja eitthvað, við veitum ekki hvað hann er að fara að segja. Skiljum hann örugglega pottet þetta ekki. Þarna er húsið. Hættu 5 mínútur. Svo sjáum við að þetta teppið er hann. Veitu? Þarna? Já, þarna mun hann standa hugsanlega fræðilega mögulega. Ég hef ekki hugmyndu það. Já, þarna mun hann vera og segja okkur einhverja merkilega hluti. Kannski segir hann gleðileg jól á íslensku. Hann gerði það 2008. Já, við erum búin að googla það. 2008 sagði hann að gleðileg jól á íslensku. En það er spurning hvað hann segir í dag.
Þannig að bíðum þangað til að hann kemur. Herru, við ætlum að reyna að komast eins nálægt og hægt er. Það er ekki smá mikið fjöldi hérna. Við ætlum að reyna að ná að fara fremst. Herru, við höldum að það sé komin. Það er alltaf allir byrjar að klappa. Tjekkum á þessu. Sjá kallinn maður. En hann er svo lítill. Hann sést ekki. Já. Við finnum samt alveg magna hvað er mikið af fólki hérna. Það er engin tróðningur. Við erum eiginlega komin að húsinu svona meðan við vorum þarna lengst og þetta er allt svona bil. Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Fyrstu orðin hjá kallinum. Kallinn Kallinum mættur. mættur í húsið. Gesù, il figlio di Dio, il Salvatore del mondo, è nato per noi. È nato a Betlemme da una vergine, realizzando le antiche profezie. La vergine si chiama Maria, il suo sposo Giuseppe. Sono le persone umili, piene di speranza. Herru, þetta er greinilega bara búið. Þetta var korter. 20 mínútur. 20 mínútur. 80 mínútur. 80 mínútur. Og, nei. Ég ætla að held að þetta sé búið, en það er að mynda fólki að fara. Ég hef ekki hugmynd, það kemur í ljós. Búinn og skrúðgöngu fólkið þarna. Þá eru þeir búin að labba fram hjá okkur. Nú eru allir að leiðinni heim. Nú eru eitthvað jólin á þeim byrjuð. Já, við vitum eiginlega ekki hvað við erum að fara að gera núna. Ekki kaupa selfie-brygg. Já, við erum ekki að fara að kaupa selfie-brygg. Alveg, alls ekki. Það eru mjög margir búin að reyna að selja okkur það. Allavega, við ætlum allavega að byrja á okkur borða. Við að finna einhvern veitingastað sem er hérna opinn og ekki mikið af fólki á. Herru. Herru, þá erum við komin núna í eitthvað svona lítið hverfi. Og þetta er alveg geðað kósí. Róm er virkilega falleg borg. Kemur mér eiginlega bara óvart, sko. En herru, við ætlum að halda áfram að labba. Og 7. desember. Já, 27. desember. Herra, við erum allavega á leiðinni heim núna í snjóinn og kuldann og myrkrið. Hérna, það er eiginlega ekki hægt að trúa því að það sé 27. desember. Það var svo
bara í fjöllunum, sé bara ekki veðið og náttúrulega mungur. Herru, þá erum við á leiðinni heim frá Róm, en stoppum aðeins í Danmörku. Ætlum aðeins að kíkja Danmörk aftur. Og við erum að vera aðeins sein held ég líka. Við þurfum að taka rútu að... Já, við þurfum að taka rútu að flugvélinni. Þetta er ekki svona kósið eins og heima á Íslandi, sko. Herru, sjáumst. Herru, þá erum við komin að flugvélinni. Herru, þá erum við komin til Danmerkur. Þú veit að fela þig. Allavega, já, við erum komin til Danmerkur og núna er að bíða í klukkutíma, 1,5 tíma. Svo bara flug heim að Icelandair. Já. Þá erum við komin til Íslands og það er spurning, jú, ég næ þessu. Norðurljósin hérna eru geðveik.